Jæja, góða kvöldið og velkomin á leik Vestra Fjölnis í undanúrslitum fyrstu deild karla. Við byrjum að kynna útiliði Fjölnir. Númer 5, Sigmar Jóhann Bjarnason. Númer 7, Rafn Kristján Kristjánsson. Númer 8, Davíð Guðmundsson. Númer 10, Markís Óliver. Númer 11, Róbert Sigurðsson. Númer 13, Hreiðar Bjarki Viljámsson. Númer 14, Egill Agnar Óttarsson. Númer 16, Vilhjálmur Theodór Jónsson. Númer 23, Andrés Kristleifsson. Númer 24, Sördan Stojanovic. Númer 33, Alexander Þór Hafþórsson. Númer 99, Hlynur Logi Ingólfsson og þjálfari Fjölnis Falur Harðarsson. Og nú það heimalið Vestra. Númer 2, Ingimar Aron Baldursson. Númer 4, Hilmir Hallgrímsson. Númer 5, Helgi Snær Bergsteinsson. Númer 6, Gunnlaugur Gunnlaugsson. Númer 7, Júre Gunía. Númer 8, Egill Fjölnisson. Númer 9, Hugi Hallgrímsson. Númer 10, Daniel Vale Adelei. Númer 11, Rúnar Ingi Guðmundsson. Númer 13, Guðmundur Auðun Gunnarsson. Númer 14, Adam Smári Ólafsson og 15, Nemanja Knesevic. Þjálfari liðsins Yngvi Páll Gunnlaugsson. Dómarar kvöldsins eru Einar Þór Skarphéðarsson, Georgia Olga Kristjansen og Sigurður Jónsson. Eftirlitsmaður Jón Svan Sverrisson. Komið. Halló, halló, halló. Halló. Jæja. Já. Nú það mest spennandi leikur tímabilsins, myndi ég að segja. Já, það er óhætt að segja það. Fyrsti leikurinn í þessari seríu fór ekki eins og vestramenn vildu. Mjög spennandi, eða svona, já, kannski ekki beint spennandi leikur. Það var svolítið sveiflukenndur leikur, síðasti leikur sem fór fram í Dalhúsum. Það var svona jafn til að byrja með, svo dró í sundur í öðrum leikluta og munurinn hélst svona undir lok þriðja leikluta. Þá svona náði Vestra að koma aðeins tilbaka, en svo náðu Fjölnismenn aftur góðu forskoti sem þau létu ekki af hendi til loka. En þetta er búin að vera jafn og skemmtilega leikir hjá þeim í vetur. Já. Svo sko Fjölnir hefur sigrað 3 af 4 leikjana í vetur. Fyrsti leikurinn fór fram hann 12. október og þá vann Fjölnir með 9 stigum, 101-92. Svo 7. desember þá unnuðu líka á heimavelli, Fjölnismenn unnu á heimavelli 98-93. En svo snerist þetta nú heldur betur við hérna 11. febrúar þegar Vestri lagði Fjölni 88-67. Stór leikur, annars þetta er búin að vera samt sem áður tiltölulega jafnir leikir. Já, alltaf jafn mikil hraði í öllum leikjum. Já, þetta er skemmtilegi leikir yfirleitt. Við verðum allavega ekki sofandi í kvöld. Nei, það er örugt mál. En þetta verður krefjandi hjá Vestramönnum í kvöld. Þeir eru náttúrulega án sín lykil manns, hans Nebosja, sem er í banni. Fékk þarna 2 óíþróttamannlega villur í síðasta leik, minni mig. Já, þetta voru mjög skrýtnar villur, allan á. Já, og ég held að þetta sé í annað skiptið í vetur sem hann lendir í þessu og þetta sé þess vegna uppsafnað. Já, hann náttúrulega fór í leik spann út af tæknivillu og óheiðransmannlegu villu í einhverju leiki vetur. Já. Og fór þá bara sjálfkrafi leik spann. Já. Og núna fór hann bara, það var athugað málið og fór bara strax, eða fór í bann bara áður en daginn fyrir leikinn. Já. Akkurat. Þetta verður gaman að sjá hvernig þetta þróast og spurningin hvort að
þetta snýst náttúrulega bara allt það, hvort liðið meira tilbúið frá fyrstu mínútu. Ég er mjög tilbúin í að horfa á hana leik, sko. Ég er spenntur. Já, þetta er það sem að mönnum finnst alla jafna langt skemmtilegast, það að spila í úrslitakeppni. Þetta er bara ný keppni, það svona... Hún kom náttúrulega ekki fyrir stuttu, það? 2 ár sem hún kom, það ekki? Já, eitthvað svoleiðis. Þetta er náttúrulega svona menn verða pumpaðar í þessum leikjum alla jafna. Og það meiri orka, miklu meiri orka sem fyrir þessa leiki. Menn gefa sér svona yfirleitt meira en 100%. Mun meira en 100% fram, sko, og það eitthvað ef að menn ekki mótiveraðir í svona leiki. Það er satt. Allána, við byrjunarlið kvöldsins byrjum að kynna Fjölnir. Númer 10 Markís Oliver, númer 11 Róbert Sigurðsson, númer 16 Vilhjálmur Theodór Jónsson, númer 23 Andrés Kristleinsson, númer 24 Sörnjón Stojanovic og á vestra það 4 Hirmir Hallgrímsson, númer 7 Júre Gunía, númer 9 Hugi Hallgrímsson, númer 14 Adam Smári Ólafsson og 15 Nemanja Knežević. Síðast þegar Nemanja og Markís mættust undir körunni saman, þá var mikil barátta. Já. Bara og mjög skemmtilegt að horfa á það. Já, hérna síðasti heimaleik og þá einmitt lenti Markís í villuvandræðum. Þeir ætla greinilega að byrja í svæði síðan, 2-3 svæði bara. Og hann næri sér fyrstu villana, hann Vilhjálmur. Þetta verður aðalpunkt hjá Vestra í kvöld, að bara láta boltan fara niður og láta Nemanja vinna. Já, og þess vegna held ég að það sé einmitt ástæðan fyrir að þeir byrja í svæðinu. Þetta er náttúrulega helsti styrkleiki Vestra að koma boltanum að það niður. Og þeir alltaf með hjálp. Þeir eru að gera mjög vel. Já, þeir eru bara frontan. Skrítir sendingarna. Þeir keyra upp hraða náttúrulega eins og gefur skilja. Hérna var Róbert Galop í skot. Hann setur náttúrulega fyrsta skotið á nýju, sko. Hann er mjög góð skytta. Hann var með 1 af 7 í síðasta leik. Það er frekar sloppy en ég hef samt komið tilbaka í kvöld. Það er bara undantekning. Þú sér það að þeir ætla ekki gefa Nemanja þumlung í dag. Og villa. Önnur villa. Það farið baki á honum. Þetta er önnur villan á Vilhjálm. Önnur villa á Vilhjálm. Já. Það er náttúrulega svona góð leið til þess að svona fá menn til að spila varlega. Það er að láta flott skríni á Adami, safna villum á það. Illa rúla niður. Já. Og Markís keyrir hérna hraðan og klárar þetta. Nei, hann klárar þetta ekki. Líkar hann. Fín sending. Glæsilegt. Heppinn að skilaði sér rétta leið samt. Það þarf að hlaupa. Já, það sýnist Vestri verið í svæði, 1-3-1 svæði fyrr. Þau eru búin að spila þetta svæði mjög mikið móti Fjölni, bara síðustu alla leikina sem við í vetur, sko. Já, einhverjum tímapunkti. Spila mjög lítið mann og mann mótið. Já. Nei, bara að tapa boltanum. Einu er bara leiðu hérna. Og það er 7-2. Það er 7-2. Ekki óska byrjun hjá Vestra. En aftur á móti óska byrjun hjá Fjölni. Og Hilmur með þristin, aðeins og langur. Leikar. Sörjan, Róbert, feikar vel, villa. Já, fekk þetta vel upp. Slapp hana. Frá honum Adam. Hann greinilega fekk slink á hálsinn. Þetta getur verið mjög óþægilegt, reyndar. Já, það er svæðisvörnin. Sörjan, Vilhjálmur, flott blokka hjá Adami. Fín vörn hjá Adam. Vel gert. Adam er vel tilbúin í einu leik, sýnist mér. Sýnist það bara á honum, hann svona.
alveg á tánum sko. Löng sending á Sörjan. Já, og Marquis keyrir á pennuna, já. Og bara kasta boltanum út af. Kastar hann beint út af. Já, þeir eru konir í maður og mann núna. Fjölnir. Já, flott hreyfing, erfitt skot, en Adam brýtur á sér þarna. Mikilvægt að við erum bara rólur í að láta boltan hreyfast, láta alla finna fyrir boltanum. Ekki vera að fara of mikið í þessi fadeaway skot þarna, sko, bara rétt byrjun leiks. Allavega á mínum mati, sko. Já, það er auðvitað svona lykilatriði að finna auðveldu skotin áður en maður fer að gera einhverja krúsudúllur. Já, fín vörð þarna hjá Júre. Niður á Hilmi. Nei, upp með þig, drengur. Skrefar þarna, opinn. Sá ekki sendinguna og lenti með boltan. Þau var kynnt þreytur. Já. Flott vörð. Róbert, Sörjan. Já. Mér sýnist að það ætti að vera vestra bolti, sko. Já, ég held að hann hafi dæmt þetta svona, en annars þetta kannski hugsanlega verið þetta dæma vill á þetta. Stundum gera þetta og þetta er bara ljómandi sín ákvörðun, held ég. Þristur aðeins langur. Júre fara áttur í svæða, ekki? Jú, mér sýnist þau að konur áttur. Glæsileg sending. Já, vel gert. Þetta líst mér vel á. Það var vel afgreitt. Flott lobbsending þarna. Róbert. Feikar vel. Sörjan og Andrés. Galopin þristar, setur í þetta skipti. Já, bara vel gert, vel spilað. Það má ekki skilja Fjölnismenn eftir. Galopnað. Þetta er eitt af bestu þriggjastiga skotliðum í deildinni, sko. Langur þristur. Hann leitar á villunni. Hann fær ná vesturinn af frákastinu. Júre. Já, þegar hann stuttan björn setur hann. Róbert. Sörjan, Marquis. Hornin eru gjarnan svona veiki hlutin í þessari svæðisvörn. Já, Marquis með frákastinu og góð barátta hjá hann. Hann næri ekki að klára þetta. Glæsileg barátta. Já. Mjög ósáttur við sjálfa sig hana. Skiljanlegt, tók klára þetta. Annar stuttur. Airból. Bara Sörjan. Ég held að Vestur haldi sér í svæði í leiknum. Nei, hann horfa bara á bolta þarna. Það verða menn að stíga út. Nei, hann kastaði þetta, sérstök sending. Annars skipti leiknum. Já. Já. Þriðja villan á Viljum. Nú er hann skipt út af. Eða Valur tekur leikli. Líkindum. Leikli. Já. Leikli Valur. Nei, Vestri. Nei, Fjölnir, ásækið. Já. Eitthvað af þessum liðum. Allavega. Mjög tæp byrjun hjá Vestra núna, sko. Já. Það kemur pínlítið óvart að Fjölnismenn skuli ekki reyna að nota hornin aðeins betur, að finna menn í hornunum. Þannig að 1-3-1 svæðisvörnin, hún er svolítið veik fyrir þegar
boltinn fer niður í hornin. Það á yfirleitt að vera hægt að finna góð opin skot þar ef að boltinn látin ganga vel. En það eins og sé, það alltaf auðvitað að sitja hérna og tala bara. Benda okkur svona. Já, allt öðruvísi leik, sko. En það alveg ljóst að þeir ætla ekki að láta Nemanja fá neitt í þessum leik. Þeir ætla að frontan og eru með svæðisvörnina, þannig að þó svo að lopsendingi komi mér á lópost, þá alltaf maður mættur í honum. Þannig að þeir ætla að ráðast á eðlilega styrkleika Vestra. Það eru skiptingar. Inn kom Ingimar fyrir Adam. Jæja, það er maður og mann núna, finnst mér. Þau frontan ennþá. Flott sending. Frábært kerfi hérna hjá Vestrafjörnum. Flott vörn. Fín vörn. Þetta er bara einstaklega fallega útfært svo. Það er alltaf fallegt þegar menn komast bara óáreittir í leia. Það er merkjum vel hefnað svo. Róbert. Fótur. Sörjan. Já, nú meina það að hreyfa boltan. Þetta er fín Þetta er allt opið. Fín sending. Og Rapp skorar auðvitað körfuhöfmyndir. Já, Hilmir ræðist bara á Markís og tekur frákastið svona hér bil. Það næstu því. Já, fín barátta. Andrés keyrir upp. Já, fín hreyfing á boltanum hérna og Rapp aftur upp í hér bil layup. Já, Nemanja hver annar nær frákastinu. Og Vestri keyrir hérna upp. Já, skynsamur. Hilmir skynsamur. Það leifum hún ekki að fá boltast. Bara leifa, Nei. Refuse að gefa hún. Ingimar þristur. Klikkar. Róbert, Sörjan, beint í þristin. Klikkar. Langt frákast. Þetta er það sem má búast við. Svæðisvörðin verður að bregðast þessu og taka þessu lengur frákast. Og Róbert, þetta er erfitt skot. Þannig að hefði verið magnað að hafa sett þetta. Og Júrek kemur upp boltan. Júrek ekki. Já, ruðningur. Sóknarvilla. Fyrsta villan hjá Júrek. Þetta er mjög erfiður dómur. Hann kemur ekki, ítir ekki honum langt frá en notar samt smá part. Þetta er nú svona, það er minna skorað í þessum leik heldur en í leikjum þessara liða í vetur. Svona í fyrsta leikum. Það er meiri áhersla lögð á vörnina. Menn eru grimmar í vörninni. Skref hana. Sörjan, Markís. Og klára þetta. Þetta er bara vel gert. Vel klárað. Já, nú er spurningin að vera skynsamur á koma boltanum niður. Og það er brotið á honum. Þeir eru bara ákveðnir í því að brjóta bara á honum og ég meina þetta er bara góð taktík í rauninni. Þetta pirrar menn og menn detta stundum út úr sínum leik þegar menn fara að pirrast. Það eru skiptingar. Andrés út fyrir Signóvel, út fyrir sýnist þetta var Róbert. Út fyrir Róbert. Er þetta 11, er þetta ekki? Jú, Róbert. Nei, fyrir Egill. Já, þetta er 14. Sörjan. Egill. Já, þeir ætla að gefa honum bara skotið. Það er 8-14-16. Ég er ekki mikill aðdáandi þess að gefa mönnum bara galopin skot. Já, hann er búinn að safna 5 villum á Fjölni. Ég held að þetta sé bónus.
Náttúrulega ef við halda áfram að brjóta og þá er það bara bónus í hverjum einasta leikluta og bara bónus heldur yfir. Já. En þeir vilja örgla setja sig við það frekar en að gefa honum einhverju auðvöld skot. Já. Auðvöldakorfur. Hann er samt mjög fín víta skytta hann Nemanja sko. En það verður þá ekkert fyrir að líkindum þá seint í hverjum leikluta sem að það gerist. Við sjáum það að hann er kannski að fara að skora fyrir fyrstu stig í leiknum núna. Já. Hún klikkar á setna. Já, fín barátta hana. Nær frákastunni, nei, Júre. Góð barátta hana. Já. Hilmir með þrist. Eins og blankur. Óheppinn hana. Þeir koma bara að keyra á þá. Egill. Flott vörn Hilmi. Markís. Já, fínt. Hann er að vera pyrrar á sjálfum sér. Já, svolítið óheppinn hana með að klára þetta ekki. Hugi þristur. Setur hann. Já! Glæsilegt, vel spilað. Fín boltarhreyfing. En Sörjan fær þrist tilbaka. Svarar bara beint. Þetta er oft mjög óþægilegt. Leiðilegt. En það er akkurat svona sem maður á að svara þessu. Júri keyrir bara inn. Frábærlega gert. Óheppinn að klára þetta ekki. Lag af hringnum. Róbert. Sörjan. Róbert. Villa. Já. Það eru skiptingar. Markís út fyrir Signóvel. Fyrir Hlyn. Villa. Þriðja villa hjá hann. Önnur. Það huga? Já. Nei, fyrsta. Þetta er fyrsta villan hjá honum. Og það eru skiptingar. Daniel Vale út fyrir Huga. Ég trúi því að Daniel verður látið dekka Róbert. Glæsilegu varnarmaður. Já. Gefa honum engan frið. Svona reyna að riðla því að Róbert getur stilt upp. Sörjan klikkar á setna. Já. Eina frákastum. Það er frákastum. Alls ekki nógu. Þeir halda sig í svæðis vörninni. Og við tapum á boltanum. Já. Stilla upp. Sörjan stöttur jumper. Flott frákast hjá Júre. Frákast. Keyra hérna. Og beint á... Villa. 2 skot. 2 skot. Skiptingar. Nemanja út fyrir Adam. Og Villan fór á Egill. Hann setur fyrsta. Og setna honni líka. Sjöðull eru hraðir. Já. Þeir eru að taka síðasta skotið. Eðlilega. Sörjan. Egill. Rapp. Löng sending á Róbert. Hann fyrir þristinn. Fyrsta leikluti búinn. Staða 20-14 fyrir Fjölnir. Þetta fer
Já, það er allavega svona stíf vörn sem er spiluð á báða bóða. Mjög lítið búið að skora í þessum leik núna. Það er svona sagan á milli þessar liða. Yfirleitt hefur sko munurinn aldrei farið mikið yfir 10 stig. Það er alltaf verið svona sveiflast fram og tilbaka. Þegar maður skoður þróun leikjana hjá þessara liða. Já. Þetta hefur verið svona Síðast vitlaust lið. Já, síðasti leikur fór 83-71. Já. Annars hefur þetta verið eins og segi yfirleitt ekkert brjálæðislega sveiflur í þessum leikjum hjá þeim en Já, fyrsti leikluti í síðasta leiknum þá var 15-13 sko. já, Sem var núna í síðustu. og svo sko 28 18. 28-18. þannig að Þetta er mjög skrítið sem. þetta hefur verið 43-25. Þeir hafa náð svona góðri fórust í fyrir áleik í síðasta leik. Og svo náðu þeir að koma tilbaka aðeins vestramenn en það var ekki nóg. Allána, annar leikluti. Sömulið halda. Nei, það voru skiptingar, margir sko minn á. Vilhjálmur í villu vandræðum. Þetta er svona svipuð þróun og í síðasta leik hérna heima nema þá var Marquis kom með 3 villur mjög snemma og endaði reyndar að fara út af bara í byrjun seinni hálfleik með 5 villur. Það var náttúrulega mjög hentugt fyrir vestra. Það er villa. Já. Daniel er örgulega settur í það að þreyta hann Róbert örgulega mjög mikið. Við ætlum að byrja hérna. Sörjan, Marquis. Já. Erfitt skot. Fín vörn hana. Daniel keyrir bara sterkur á körfunni. Þetta er bara sterkur. Ó, 2 stig! Alveg óhræddur. Það er vel gert. Ekkert að stressa sig á þessu. Já, leifa Sörjan taka boltan upp. Já. Og Róbert svarar ekki. Erfitt skot. Nei, Marquis nær fram. óheppinn hann maður. Missir boltan frá sér. Og hérna á frákastinu. Heldur þetta að stíginn hafi farið á vitlaust lið þannig. Tætt þetta. Þristinn. Nemanja með frákast. Nemanja með gott frákast. Það er uppkast. Sterkur. Já, fín barátta. Fín barátta frákastið. Við rífum samt í höndina á hans hana aðeins hér. Er ekki 16-22? Ég held að það hafi sett stíginn á vitlaust lið þannig. Nei, Daniel skoraði 2 stíg. Já, það var 14-20 í hálfleik. Nei, eftir fyrsta leikum það. Það eru bæði lið búin að skora 2 stíg. Jú, þeir eru að laga þetta. Jú. Þetta þar. Júre. Jæja. Við sjáum það að Marquis er alltaf tilbúin í hjálpina. Þannig að sko þeir... Stuttur jumper hjá Adami. Já, og flott. setur hann. Sörjan. Sendir út. Já. Glæsilegur. Adam kemur þetta hendinni, slæðir hendinni í þetta með það. Það er fín hugsun að hérna kemur Marquis og klárar þetta auðvitað. Þetta er svona herslu munurinn alltaf eitthvað. Já. Svo þetta er svona
Flott spinn. Frábært, vel gert. Glæsilegt. Virkilega vel gert. Það var svo ballerinn. Já. Daniel, Róbert stuttur jumper. Daniel með fína vörð þarna. Og frákast. Já. Júre keyrir bara inn á. Já, vel gert, vel klára hann. Dræfa baseline og klára þetta. Fallegu flóter. Markís langur, þristur og að. Það var, Ekki besta þriggjastiga skytta í liðinu. nei. Þetta er sérkennilegt skot líka svona. Enn og aftur, þeir doppeltíman alltaf. Daniel, já, Ingimar, Adam. Annar þristur. Algjör óhrættur, já. Gott frákast þetta nema hann, já, klárar þetta. Já, 24. Stúkan er tróðfull. Já, þetta er allt að gera. Já, þetta er rétt held ég. Þetta er erfið villa. Þriðja villan hans Adams. Það var ekki Ingimar sem braut. Það var Adam sem... Jú, það var Adam. Þriðja villan hans. Þá kemur Gulli inn á fyrir hann. Gunnlaugur inn fyrir Adam. Róbert á línuna. Ágætis vítaskipta, gerir ég ráð fyrir. Setur fyrsta. Og setna. Júri kemur upp með boltan. Já. Róbert með frákastið. Daniel kemur hérna. Surgeon. Fín vörð þarna, fín transition vörð. Þau vilja ekki gefa hann þristin. Nei, það sjálfsögðu ekki. Nei, Manja fær þessa villu held ég. Já. Timeout vestri. Já, þetta er svona eins og við vonumst til þess að þetta verði. Þetta verði svona spennandi, það er langt skemmtilegast. Bara helst út allan leikinn. Það verði ekkert leiðilegt. Nei. Allavega Adam og Vilhjálmur í villuvandræðum. Já, þeir eru báðir komin með 3 villur. Ekkert mjög spennandi að fá. Við erum komin strax í villuvandræði í seinna leikluta. Nei, öðrum leikluta. Nei, það er hundleiðilegt. Sérstaklega sem Vilhjálmur er búinn að spila mjög góða vörn á Nemanja. Þótt að hann búinn að halda smá í hann en Nemanja fekk aldrei boltan í fyrsta leikluta sko. Þeir eru alveg að senda honum þau skilaboð að hann fá ekkert auðvelt í dag. Það verður ekkert auðvelt fyrir hann í dag. Sko þegar hann kemst fram hjá sínu manni þá er hann komið með annan manni í sig og hann verður eiginlega að gefa hann. Hann er mjög góður sendingumæður líka. Þannig að þú sér líka sko það gerist þegar hann fær hann niður á póstinum þá bara þjappast vörnin saman. Þá er oft gott ef við náum að Nemanja er að dundra boltanum út og fáum 1 til 2 sendingar og þá er yfirleitt opið skot. Surgeon setur þristinn. Já, klára þetta. Já, vel gert. Já. Og Daniel ætlar að reyna að gera honum Róberti lífið leitt sem er bara mjög gott, reyna svona aðeins að ná flæðinu úr sóknarleiknum hjá þeim. Og hann rennur. Það tæft á að vera bara skref.
Þeir hreyfa boltan ágætlega Ytri flóter. Já, þetta var bara virkilega vel gert hjá Agli. Setti hérna flottan flóter. Nú var Gulli tæpur á þá tæknivíti. Já. Hann er grættur að taka skotið. Þeir upp í skotið. Flott baráttu hjá Gulla. Þarna var Gulli reiður. Fór bara vel yfir bakið á hann. Það var heppinn hérna að sleppa með villuna. Já. Og fín boltan Þetta skot. Flóter hjá Danna. Af. Já. Nemanja nær frákastinu. Vel gert. Og Ingimar. Æjæjæjæjæjæ. Vel lesið á Sörjan. Það 26-33. Já. Hvað villu hann Egill? Nú tekur hann Júri út af og Hilmir Hugi kemur inn á. Það er smá pása hann Júri. Ég gerir ráð fyrir að hann komi fljótlega inn á aftur. Þau leita ennþá Nemanja. Já, fín hreyfing, vel gert. Þetta er svona, hann er svona eins og jarðskjálfti, sko. Þú finnur hann að koma og getur ekki gert neitt í því, sko. Hann klárar þetta hrikalega vel. Það eru skiptingar. Markísinn fyrir Rapp og Það er leikli. Já, það er leikli. Vestra. Fjölnir að skjóta mjög vel frá þristum. 44%, 4-9. Já, það er hansi gott. Svo Vestra á móti 11%, 1-9. Sem bara Það er alls ekki nógu gott. skelfilegt. Það er alls ekki nógu gott. En svo hefur þetta tilhneigingu til að jafnast út. En ég held að Vestri verði að halda áfram að reyna að fara inn á Nemanja þó svo sé að tvöfaldan alltaf. Hann safnar þá bara að minnsta kosti villum á liðið. En Markís Oliver er í góðum málum með hvernig hann var í síðasta leik hérna heima. Hann er ekki með neina villu núna. Sama til í fyrra var hann með 3. 3-4 síðust. Já. Hann setur Vítóni. Nemanja þreytir svona hrikalega mikið. Það er þótt hann svona að reyna að koma sér í stöðu og halda áfram að fronta. Það er mikið álag á hann, sko. Þetta er sem að svæðisvörnin er hvað veikust fyrir. Já, vel fylgt eftir þetta hjá Markís. Menn verða að stíga út til þess að koma í veg fyrir svona lega. Já, koma boltan að vinna á. Já. Nú er 10 sekundir á skotklukkunni. Já, vel gert. Flott dreifing. Já, hann var Gulli aftur heppinn. Sýndist hann nú bara ít á... Þristur, langur. Hreinlega ít í baki á Markís Oliver hérna. Finnur Róbert. Sörjan aftur gallopin. Þeir finna hann gallopin hérna. Þetta er akkurat málið. Hornin eru viðkvæm í svæðisvörninni. Takkt þetta, drengur. Já. Það leit ekki eins og koruna. Ekki hikaðu að taka það.
Já, fallega gert. Og sér það, þetta er ekkert auðvelt sem hann er að fá hérna. Nei. Það var að hafa mikið fyrir þessu. 7 stiga munur. Flott vörn. Já, fín hreyfing á vörninu núna. Þeir reyna að hreyfa boltann svolítið vel til þess að þreyta vörnina aðeins. Og nú er spurningin að beila þá ekki út eins og við kallum það. Nú væri alveg skelfilegt ef Vestri myndi brjóta fljóta eftir að boltinn kemur inn. flott hjá Frábær vörn þarna, en já, það er skotklukka. það er skotklukka. Það er rétt. Vestri náði aldrei. Nei, Fjölnir náði aldrei hitt í hringinn. Nei, Vestri náði aldrei valda boltanum. Já, skotklukka. Þetta er alveg hárrétt dómur. Farið sér Diamond-kerfi. Já. Nemanja. Já, flott. Takk þetta, Anders. Hvernig var þetta hægt? Þetta er auðningur. Þetta hefði... Hann var ekkert að íkja þetta neitt, hann Gulli. Andrés keyrir hérna. Já. Og Hilmar flott frákast. Villa. Það verður skynsamir. Ekkert að flýta þetta allt of mikið. Andrés keyrir beint á Nei. Hilmir. Það eru skiptingar. Helgi inn fyrir Hilmi. Nei, fyrir Gulla. Nei, Gulla. Það er ekki mig. Andrés á línunni, setur fyrir að vitið. Skilur þetta ekki? Þetta var rauðningur hjá honum, Gulla. Hann... Það eru ykkur á Gulla. Á Gulla. Það var bara keyrt yfir hann hérna, sko. Það getur verið að snúa að dæmi þetta þegar menn eru að hlaupa og fleiri fer aftur fyrir sig. Flott feik á Hilmi. Fínt. Og 52 stig. Þetta var mjög fallega gert. Það var smúð eins og þau. Nei, heyrðu, þetta var ekki fallegt. Þetta er virkilega óþægilegt þegar menn fá það svarað bara innan 30 sekúndna líka. 9 stiga munur. Já. Fín tilraun hérna á Huga en óöfnir setja þetta ekki. Robert. Skynsamur stillir upp. Viljámur. Kemur mönnum á staðinn í flæðið. Svo hann far beint í hornið, hann er galopinn. Hornið. Og þetta er allt. Frákast á Júre. Hann tryr. Villa. Já. Þetta er hárrétt, hann hleypur eiginlega undir hann hérna. Hann snýr sig. Ef hann myndi að standa kjur, kannski myndi hann ná að veða hann úrvinning. Kannski. Já. Það var mjög tæpur annars. Og hann klikkar fyrsta. Og klikkar á bæði. Ekki eitthvað sem maður sér oft. Nei, nú er gott að skynsamlega leikstjórnanda. Hann ákveður að stoppa þetta og
Þeir taka síðasta skotið, endalega. Það er bara fáður ekki bara fínasta skot. Það er bara virkilega vel gert hjá honum Róbert. Það eru 2-1. Og þetta er af. Ekki drauma endirinn hjá Vestra, en drauma endir fyrir Fjölnismenn. 12 stiga munur. Þetta er bara búin að vera mjög spennandi leikur. Já, þetta getur sveiflast að báða bóga, tvímælalaust, og svona 10-12 stiga sveiflur. En Vestramenn verða að vera talsveit grimmar í transition-vörninni. Það verður alltaf að fá góð úrslit úr þessum leik, ekki held að. En við tökum okkur pásu. Tökum pásu.
Ok, okkur. Já, Svona, þá fyrir seinni hálfleikurinn að byrja. já. Getur þú hækka aðeins í mér. Pinkupons. Svona, takk. Já. Og ég gerir fastlega ráð fyrir að Fjölnir haldi bara áfram með sömu vörnina. Það gengir bara ljómandi vel. Þetta að taka svæði á hérna, 2-3 svæði á vestra. Og halda áfram að. Já, og reyna að Fronta. hafa verið að fronta Nemanja. Já. Það er náttúrulega svolítið stórt þegar það er stoppað, sko. Náttúrulega Nemanja með 8 stig. Já. Og sem gerist mjög sjaldan. Hann var venjulega komið með hvað, 10-15 stig. Já. Og núna er hann bara með 8 stig sem þýðir bara að Fjölnir sé að spila geðveika vörn. Já. Þeir eru að spila fína vörn, sérstaklega í ljósi þess að Nebósi er ekki. Þannig að hann fer svona meiri ábyrgð á hann að skora. Það ætti raun að vera að skora meira en Við sjáum bara núna hversu mikilvægur Nebósi er fyrir þetta lið, sko. já. Úff, þetta var tæft. Flott vörn, vörn, já. Ég vil eitthvað mönnum kent að vera ekkert að reyna að bjarga boltanum hann undir körfunni. En þetta reddaðist í þetta sinnið. Og Hilmir hérna með boltan. Adam Ekki hika við þetta. hikar ekki, tekur skotið. Hérna stígur Vilhjálmur Nemanja bara vel út. Flott sending inn. Adam til að hérna. Flott spinn. Þetta er bara vel gert. Sterk hreyfing hjá Markís Oliver hérna. Daniel Júre þristur, aðeins langur. Já, í baráttu hann með Daniel, nær honum ekki. Vestri er búinn að skjóta hörmulega frá þristum, 1 af 11. Já, og Vilhjálmur upp í þristinn. Og hann setur hann. Þetta er ekki gott. Þetta er góð 17 stiga munur, bara 1, 2 og 3. 5-0. Já, Og Villa. hrikalega sterkur á vinstri. Júri. Sækir hann að villuna. Vel gert. Og það er Markís sem að fæ sín aðra villu. Vestri er að skjóta 57% úr vítum. Á móti er það 83% hjá Fjölni. Setur fyrir að vítið. Seinna er Af, rennibraut. Róbert. Daniel er eins og frímerki á honum. Þetta Og ruðningur, dómari. Þetta er nú bara mjög sérstakt að það skulle ekki fá ruðning á þetta. Það var hann í hringning kannski. Nei, þetta er galopin ruðning. Vel fyrir utan. Bara galopin ruðning hérna. Skil þetta nú ekki alveg. Nú eru 7 sekúndur eftir, þannig að þeir eru að fara að hreyfa. Já, þetta er bara vel gert. Óheppinn að klára þetta ekki. Hilmir var galopin. Þetta var alveg á síðustu sekúndunni, bókstaflega. Síðustu sekúndu skotklukkunar. Og þetta á 3. villan af Markís, það eru góða fréttir fyrir Vestra. Já. Það er að koma honum í villuvandræði. Fjölnir kom með 2 liðsvillur hérna eftir 2 mínútur. Nei, þetta var ekki villa á Oliver. Þetta var villa á Andrés. Já. Tekur sem tíma Nemanja. Klikkar fyrsta. Þetta er svo dýrt í þessum leikjum, það er bara náttúrulega í öllum leikjum, en þetta er svo rándýrt að klikka á þessum vítum. Þetta er alveg skelfilegt.
fyrir liðið. Flott vörn. Já. Vilhjálmur hótar. Já, það er Flott sending. fín hugsun Horror. þarna. Þetta var óheppinn að grípa þetta ekki. Vá, að bara vera að halda í hann. Já. Andrés fær hérna þriðju villuna sína. Nei, aðra villuna. villuna. Og hann er svolítið reiður yfir þessu öllu saman. En það er stutt í brosið. Nemanja fekk villu. Akkur að skrá villu á Nemanja. Ha? Hvað er í gangi? Hvað er í gangi? Nú hafa dæmt vill á Nemanja. Mér finnst það alveg fáránlegt því Adam tók geðveikan ruðning þarna og svo er bara dæmt eitthvað smotteri á Nemanja undir körfunni á honum. Það er svo búin að vera að halda í hann og grípa í hann. Bara eins og veit ekki hvað. Já, þetta er stundum svona. Því miður. Það er vel gert. Já. Þarna var hann heppinn að fá ekki hérna. Gerir vel. Standa til tvígrip á Nemanja. 36-52. Alltaf að segja það var þetta. Hilmir kemur hérna upp með boltan. Það var að vera að halda í hann, svo mikið. Og Adam óöppinn hann. Lentu með boltanum og sett hann upp. Róbert. Markís, leiði honum bara að skjóta. Skiljanlegt. Gott frákvæmt hann á Hilmi. Daniel kemur hérna upp boltan. Það er þriðja villa á Markís. Mjög gott. Já. Það er skipting á vestra. Hilmir kemur út á og Daniel, Ingimar og Hugi kom inn á. Lóttinn komið á Danna. Adam gallopinn setti þetta núna. Nei. Hann fór upp í skotklífuna. Skiptingar. Oliver kemur út af og Rapp kemur inn á. Skref, vel dæmt. Skref á þetta. Það er svo gott ef þeir fá switch hérna undir körfunni fyrir þetta. Frábært. Þetta er það sem það þarf að gera. Ef að menn eru á doppeltíman og þá senda hann út og fá annarkot beint upp í skot eða þá eina auka sendingu og þá ætti það skot að vera opið raunverulega. Ekki hoppa. Fín hreyfing á vörninni, fín vörn þarna. Flott frákast hjá Nemanja, hann rífur hann niður. Já, 3 á 2.
Mikilvægt að nota þetta. Þetta hefði nú getað verið dæmt. Ó, 2 stig. Það er ekki. Já. 11 stiga munur. Já. Glæsileg vörn. Spilur boltanum. Koma. Fínasta sending. Já, Við róa niður. Skynsamur bara, róa þetta. Já, koma boltanum strax niður og svo kíkja út. Eða klára þetta bara svona. Nei, heyrðu. það ýtir baki á honum. Nei. Þetta er orðið. Ég skil ergelsið í honum. Já. Annar stólinn bolti, hann tekur þetta alla leið sjálfur. Villa dómari. Nei, það er bara Þau vilja ekki dæma. ekkert dæmt. Vilja alls ekki dæma. Kannski er þetta bara vel dæmt. Ég sé þetta ekki alveg hérna. Ingemar galopinn. Hann gerði einn. Já, það var að ásynningsvilla. Það var mikið. Það hlaut eitthvað að gerast. Það er leikliði Fjölnir. Já, það er alltaf róa mennin aðeins. Það er ekki alveg nú að sáttu við þetta. Allana, 41-52. Stigastu mennir eru Júre og Sörjan og Markís. Júre með 15 stig, Markís og Sörjan með 14. Já. Það dreifist samt vel stigaskorið hjá báðum liðum í rauninni. Aðeins meira hjá Fjölnir sko. Já. Aðeins fleiri sem koma að skoraninni hjá Fjölnir. En Vestri fær 2 skot á bolta núna. Þannig geta komið munnin niður í 9 stig. Mikilvægt að nota þetta tækifæri núna. Þessi 2 víti og boltan. Reyna að fá gott skot úr því. Já. Bara mjög mikilvægt að setja þessi víti sko. Og ég trú að hann seti bæði víti núna, fyrst hann klikkaði á báðum á. Ekki Jenksson. Ekki Jenksson. Nei. Þetta snýst bara trú. Búið að gerast nógu oft á þessu tímabili. Við jinxum alla leikmennar sem taka víti hjá okkur. Sérstaklega ég. Það segir bara fyrsta. Ekkert nema net. Ekkert nema net. 9. stíð hans. Og 10. 10. Svo segir. Við sjáum alveg að Nemanji er orðinn pirraður á því. Já, þetta eins og segir sko. Það er að vera að fronta svo mikið. Það er að fyrir að líða á leikinn og þú færð aldrei sko. Flott sending á Ingimar þristur. Aðeins og stuttur þeirra bolti. Stutt. Róbert upp með boltan. Það er 2-3 svæði hérna. Vestra. Já, opinn. Róbert upp í þristinn. Klikkar. Gott frákast þarna hjá Nemanji. Kemur boltanum í leik. Ingimar kemur með boltan. Já. Settu þetta núna. Fín barátta þarna. Fín barátta. Hann er svo duglegur að keyra á körfuna og leita að þessu skoti. Hann slætti Nemanji hendinni í boltan. Það kemur Róbert með góðan þrist. Hann er 1 af 2 í kvöld. Já. Nei. Sörjan kemur hérna, keyrir á þetta
Andrés. Flott vill, nei! Það var slegið beint í boltan þarna. Hugi fær þarna sína aðra villu. Það er ýmsir áhorfendur ekki mjög sáttir við þessum dóm. Skiljanlegt. Og hann setur fyrra vítið Andrés. Og setna Bóni líka. Nú er bara spurning að vera skynsamur, stilla upp og finna einhverja fín skot. Þristur og hann setur hann. Skellir þessu þarna niður, ljómandi gott. Og Róbert svarar beint. Hann er ekki lengi að svara fyrir það. Þetta verða menn að pikka upp. Menn verða að pikka upp. Já. Þetta er flókið skot en hann nálægt í að fara honi. Og þriðji setur hann. Hann er orðinn heitur. Þetta er sko þarna snýst þetta að vera svolítið skynsamur. Þegar einhver er búinn að setja 1, 2, tvo þrista, allavega 2 þrista, þá fær hann ekki alla jafna opið skot. Á ekki að fá opið skot. En það getur stundum verið erfitt að stoppa þetta þegar bara svona í flæði leiksins og hann náttúrulega með dúndrandi sjálfstraust. 46-63. Já, þetta er fljótt að breytast. Og svo nálægt því að koma bara yfir úr 11-12 stiga mun í 8-6 stiga mun. Já. Róbert kom með 3 þrista og 4. Þurfum að vera vakandi. Nú snýst þetta bara það. Að vera vakandi og vera grimmir. Berjast eins og hundar. Annar þristuðu Júri og hann svarar Róberti. Já. Þetta var mjög gott út úr leikleginu. Og fyrir Andrés í þrist. Það er tæpur þarna. Mjög tæpur á að setja hann. Prófa þetta niður núna. Og Júri keyrir bara sterkur á klunum. Flott sending. Vel klárað Adam. 12 stiga munur. Róbert fær ekki boltan tilbaka. Nú verður bara frímerki. Og hann langur þristur. Uppkast, það er villa. Það er bónus. Það var 2 skot. Þriðja villan á Rapp. Andrés fyrir út af og inn á kemur Róbert. Nei, Egill fyrir ekki. Einn kemur á vítalinuna. Og setur fyrsta. Og allt í einu 10 stiga munur. Þetta er fljótt að gerast. Það var gott leiklið þarna hjá honum. Ingva. Glæsileg vörn hjá Ingimari. Þarna hendur uppi, frákast, þetta er fínt. Að láta hann skjóta. En nú fá þeir, nei, það er smá tími á milli. Já, hann treysti sig ekki aftur í skotið en
Það fer Rafn upp, já. Og það er 8 sekúndur eftir. Vestri þarf að nota þessar 8 sekúndur mjög mikið, mjög vel. Skynsamlegt að láta Júri fá boltan bara og setja eitt gott skrín. Já. Og svo klára þetta dæmi. Já, þetta er rétt. Það var 2 stig, nei 2 víti. Þetta er eitthvað sem maður sér ekki oft, en Vestri með 33 frákast og Fjölnir með 39. 6 fleiri frákast heldur en hérna Vestri. Já, það er svona maður sér þetta ekki oft. Yfirleitt reboundar Vestri. Setur fyrst af. Það er svolítið athyglisvert að Markís Oliver er ekkert spilað í þessum leikluta. Þannig að hann kemur óþreyttur inn í fjórða leikluta. Já, uppi! Nei! Það væri svo geðveikt að fá þessi 2 auka stigana, sko. Já. Nú er bara 9 stiga munur. Þetta var bara, held ég, 9-0 run, held ég. Og flöðs. Það er bara ótrúlega fljótt að gerast. Það er eitthvað smollið þarna vel í þessu leiklegi hjá honum Ingvar. Mikilvægt að koma mennin í gíri. Já. Þetta er búið að vera svona upp og niður. Upp og niður, já. Þetta menn, ef að Vestri ætlar að eiga séns í þessu leik, þá verða þær að fara að girða sig í brók og reyna að ná svona að keyra upp hraðan aðeins og kannski, ég veit ekki, og spila grimma vörn. Já. Til dæmis eins og þeir eru að gera núna á Róbert. Róbert stýrir þessu bara mjög vel. Og ef hann er svona, eða sett press á hann og honum gerði hlutinir erfiðir, þá hefur það áhrif á flæði leiksins hjá Fjölni. Engin spurning. Já, nú kemur Oliver bara alveg hreint ferskur inn á. Búinn að fá góða hvíld. Ég viss að þeir fara að sækja bara strax á hann, svo að fái 4. og 5. villum. Já. En þetta getur stundum verið, maður getur stundum skotið sér pínulítið í fótinn, en þess að mörgum finnst bara gott að vera í flæðinu bara svona meira og minna allan leikinn. Þegar mann setjast niður of lengi og þetta er jafnvel úr gírnum. Við sáum að Oliver kemur ekki nálægt. Frábærlega gert. Þetta var fáránlega vel gert. Hann er með 3 menn í sér eiginlega. Það veit allir hvað það að gerast, en ekki hvað það gerir í. Já, flott sending. Ég held að það sé bara... Ekki horfa tilbaka, horfa á boltan. Ég held að það sé allt í lagi þessi... Nei. Ég ætlaði bara að segja, ég held að það sé nú allt í lagi þó hann eigi fóð þessi skot, en svo setur það beint í andlit á manni. Fór strax aftur upp í 10 stiga mun. Já. Nei, þetta er of snúin sending líka. Þetta er ekki góð sending. Þetta er lélegt horn á sendinguna. Maðurinn er að yfirdekka hann bara mjög vel og þeir var bara heppnir að fá villuna þarna held ég. Þetta er svona frí. Æ. Hann missir boltan. Hann missir boltan á það. Þetta var mikið dreifist að mínu mati.
Galoppinn Þristur. þristur. Það er svo langur. Flott Gott frákast. frákast, fínt frákast hjá Adam. Já, flott hreyfing þetta. Hann flýgur í burtu. Alveg magna, ein feik hreyfing hérna og bara vel gert, vel klárað. Þetta er svona átt að vera. Egill, annar þristur. Nei, Nei, stígum hann inn út. Markís klárar þetta, setur Blakari svona í. Það er bara ekki verið að stíga út, sko. Nei. Gott skrín hérna. Já, þetta er Óli Hundren. Þetta ég held að sé alveg hárréttur dómur. Það kemur á flegi ferðinni að nefna hann, sem miður. Það næri ekki að planta fótunum, setja skrínið löglega. Það keyrir hann inn í hann. Þriðja vill á hann, nefna hann, Já. Svona Róbert. Flott Þetta er bara sending vel út á gert. Egill. Það klikkar sem betur fer. Fyrir vestra. Svona. Já, kíktum niður. Nei. Já. Þeir ættu ekki að láta að fá boltann. Það er bara bannað. Gjörsamlega. Það er skipting. Það eru skiptingar. Hínu Bræðirnir kemur út skipta. af. Já. Það var beint í þristinn, aðeins svo langur. Egill. Það stígur á línuna. Setur það þetta skipti. Það er bara 2 tvistur. stig. En allt í hennu komið 12 stöðmunur. Þetta er fljótt að gerast í þessum körfubolta. Júri með þrist, klikkar. Já, nú fær hann Galop í skot. Já, gott frákast, góð barátta hana. Vá. Góð barátta. Og Markís klárar þetta, sterkur. Þetta var mjög sterkt hjá honum. Ja, nú þarf Neymanni að passa sig. Verður ekki að röfla í dómarunum. Já, Ingimar í þristinn. Og Klikkar. Róbert meiðir sig. Þannig hefur Róbert eitthvað meiðst. Já. Það fikk í höggin hnið. Nei, hvað gerist? Meiðst það þessu? Hnið held ég bara. Já, hnið. Bara mjög illa saman hérna, Adam og Róbert. Já, Vinstra en hnið á- fyrir innanvert Já. hnið á honum. Já. Það getur verið ansi sársökafullt. Ég skal segja að það er mjög vont. Vill á Ingmar. Júri þarf að passa sig líka. Fín vörn hjá Adam. Oliver út á Egil sem keyrir á körun og klárar þetta bara vel. Flottur flóter. Það er bara virkilega vel gert hjá honum. Allt í hennu komið bara 18 stiga munur. Nei, 16 stiga munur. 2 og 3. 5 mínútur eftir. Það þarf eitthvað mikið að gera snúna til þess að Vestri ná að snúa þessu við. Já, hann klárar þetta. Þetta er 2 stig. Vel gert. Villa Karfa góð.
Þetta var fjórðavillan á Markís. Þannig hann þarf að passa sig. Núna væri bara ráð að keyra á hann. Fá út af og vera duglegur að keyra bara á körfunum undir. Það er samt 5 mínútur eftir. Já, það er nóg eftir. Það er gríðarlega mikilvægt að bara setja í annar gír og keyra þetta upp. Sko. Það má ekki stoppa núna. Nei, nú þurfum menn að vera virkilega á tánum, öskra og tala saman, hendur uppi, vera virkir. Og annað þristur. Man er langar að segja ýmislegt núna en... Já, setti þetta strókur, já! Koma að vakna núna, drengir. Nú þurfa að vera grimmi núna. Þetta fer að verða svona síðasti séns, bráðum. 13 stiga munur. Srdjan. Þá gott stopp hérna núna. Og... Já, fínt. Rólur, drengur. Já, flott. Sending hérna á vel klárað. 11 stiga munur. 11 stiga munur. Þetta er óvart að ekki taka leiklegan Valur. Stoppa þetta strax. Kannski ótímabært. Nei, ekki svara. Engin þristur hérna. Glæsum, villa. Það er ekki góð bónus. Ekki góð bónus ennþá. Egill með 3 villana sína. Það eru skiptingar. Markís og Srdjan út fyrir Róbert og Viljám. Nú bara málið að vera skynsamur. Koma strákar, setið í 3. gírinn og hreyfa boltan, fá góða sókn, góða sendingar. Ekkert bull. Vá! Já, þetta er bara merkilegt að það skulle ekki fá neitt þarna. Já, setti þetta svo tróð. Flottur flóter. Já, setur það. Vel gert. Hann setur það. Vel gert. Skynsamlegt að feika hann og kera inn. Hann er 0-5 í þristum sko. Nei, nú þurfa að vera Viljámur, hann tekur þetta bara. Hann fer beint upp í skotkljóðan, skýur út af. Já. Það er ennþá von. Það er 9 stiga munur. 3:30 eftir. Það er allt hægt. Viljinni fyrir hendi. Júre. Bara spurningum að vera skynsamur. Já, sett þetta stróksi. Það er svo langur. Hann með þessi aftur. Róbert. Hvað er dæmt? Ég sé ekki svona. Hann niður á Adami fyrir í læri á honum. Já, þeir halda boltanum allavega. Já, það var svo mikilvægt að þeir myndi setja hann að þristmaður. Skiptingar aftur, Hlinur út fyrir Srdjan og sé bara ekki nógu vel. Markís kemur inn á aftur. Róbert, Egill, Srdjan, flott feik, Egill, Srdjan. Fyrir upp í þristinn, þetta er af. Já. Keiri þetta. Núna frákastinu hérna eftir. Sterk. Villa. Það ætlaði hann að segja, hvort hann feik ekki. Já, þetta er alveg auðljóst. Önnur villa á Srdjan. Mikilvægt að setja þessi 2 víti í núna. Já. Bara eins og fyrir daginn, sko. Nei! Þetta er ástæðan okkur klúðraði. Blautur. Boltinn aðeins blautur. Þetta er alls ekkert óyfirstíganlegt fyrir vestra. 8 stiga munur. 3 mínútur eftir. Allt hægt.
Já. Þeir eru halda sig í svæðinu, 1-3-1 svæði. Já! Já! Þetta var mjög tæp sending hana. Svo 12 sekúndur til að klára þetta Fjölnir. Já. Já. Kom boltan út. Já. Hann les þetta mjög vel. Tómasson, við verðum að nota tíman. Við verðum fljótir að setja upp. Ekki Adam róla Langa að taka þetta. Hann var... Það leikli á Fjölni. Þetta var fín hugmynd þarna, en ég er reyndar ekki mjög hrifinn af því þegar boltinn er gefinn og low post af toppnum. Þannig að það eru svo mikla líkur á að það klikki í rauninni. Þetta er ekki gott horn á sendinguna, sem er ná ekki að opna sig almennilega. Ná ekki að koma sér í stuðu. Nei. Mjög mikilvægt fyrir Vestra að nota þess að 2,5 mínútur núna sko, í að koma sér aðeins harra með. Já, núna snýst þetta bara vörnina sko. Þeir verða bara að fá stopp það sem að eftir er nánast. Þeir verða að fá stopp. Hver karfa sem að Fjölnir skora núna og þeir munu örugglega nýta skotklukkan út í ítrasta sko, án efa. Og ef þeir ná að skora eftir það, þá er það mjög dýrkeypt sko. Það er alveg ljóst. Nú. Sördan, Egil, Róbert, Sördan. Þeir klára skotklukkuna örugglega. Nei. Róbert. Ekki gefa. Þetta er ekki maðurinn sem að menn... Þetta er ekki maðurinn sem að þeir eru að leyfa að taka skotið. Þetta er síðasti maðurinn. Hann er búinn að hitta mest af besti í þessu liði sko. Já. Þetta er bara algjörlega síðasti maðurinn sem á að fá skot. Já. Settu þetta strax í. Nei. 0-6. Svona létt fór þetta aftur upp í 11 mun. Já. Ná þessu spilaboltanum. koma mínúta eftir, tengir. Þeir eru bara að fá pressa, þeir eru að pressa eftir sko. Þeir eru að pressa eftir skot. Nei. Nú þurfa þeir bara að brjóta. Já, þarna fór hann með leikinn. Adam setur þrist. Síðustu munur. Þetta er, sko, nú er spurningin að brjóta, sko. Nú eru bara að brjóta strax. Já, það þýðir ekkert. Þetta er 10 stæða munur, sko. Og takið boltan, drengir. Afsakið mig, fyrirgefðu þetta, Gummi. Aðeins. Afsakið þetta. Já. Það er dæmt svona villa á Markís. 5. villan hans. Hann kemur aðeins og seint. Og hann talar smá hana við hann. Svo byrjar að rífa kjátt við hvort annan. Hvað segirðu? Heldur þetta sé búið eða 10 stiga munur? Já, þetta er búið. Því miður. Það er mjög erfitt að snúa þessu við. Sett þetta! Get ekki hort á svona leiki þar sem við skjótum 6 þrista. Nei, ásakið 28 þrista og hittum 6 aðeim. Það er bara
Já. Það má ekki, sko. Þetta er allt bara svona stöngin út í rauninni. Djöfull. En þannig fór með þetta. Þannig fór sjóferð. Þetta er bara, verður að segjast, bara því miður verkskuldaður sigur Fjölnis. Þeir voru bara betri allan tíman, heilt yfir. Voru jafnari, voru svona, já, bara heilt yfir. Gerðu kannski færri mistök og spiluðu þetta bara skynsamlega. Stoppuðu Nemanja með 14 stig. Tóku 12 fleiri frákastældir en við. Já, sem er nýlunda, sko, í rauninni. En þetta er svona stigahæstu menn hjá Vestra. Það er Júre með 25, Nemanja 14, Adam 13, Ingimar með 7, Hugi 6, Hilmir 5 og Daniel með 2. Hjá Fjölnir var Markís með 18 stig, Róbert 17 og mjög svona mikilvægar körfur hérna á tímabili hérna í miðjan fjórða leikluta. 3 þrista þar í röð. Svo er Sverjan með 16, Egill með 12, kom líka mjög sterkur inn, Andrés 10, Rapp með 4 og Hlynur með 2. En við bara þökkum fyrir okkur. Og sjáumst vonandi eftir hvað, viku? Nei. Já, það er hérna næsti leikur er sem sagt daginn. Já, 28. mars, 50daginn. Nei, hann verður á 50daginn, já. Hann verður á sama degi. Já. Hann verður. Það er næsti, vonandi 31. mars hérna heima. Vonandi. Já. Allavega, þakka fyrir okkur. Takk. Takk.